Og næsta dagskrá snjómokstur í bæjarlandinu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú byrjar pólitíkin. Það alveg morgunljóst. Mér finnst bara hálf fúlt að þurfa að vera að taka þetta mál upp hérna. En ég bara sé engan annan kost í ljósi þeirra stöðu sem kom hérna upp í síðustu viku eða þar síðustu helgi. Það sem gerist náttúrulega það að það snjómokstur ekki synd, það farið synd af stað, gangstígar hafa verið illa mokaðir, margir. Það greinlegt að það óvanir einstaklingar þar á ferð af einhver ástæðu. Það myndaðist hérna mjög erfitt færi á götunum. Það ennþá erfitt fyrir mjög marga að ganga á gangstéttum þar sem þær hafa ekki verið ruddar. Þannig að það eru bara göturnar sem bíða og þetta náttúrulega óþolandi stað. Og það ekki hægt að halda því fram að það sé ekki til peningur fyrir snjómokstri því að það var bætt við samkvæmt viðauka ef ég man rétt 50 milljónum inn í þetta. Það ekki rétt. Nú það var meira 60, þess þá heldur. Við vissum það vel að það myndi ekki duga ef það myndi snjóa mikið þessa mánuði sem eftir árinu. En við verðum og hljótum að horfa á þetta sem grunnþjónustu við bæjarbúa. Það hlýtur að vera krafa þeirra að þeir komist klakklaust til og frá heimili sínu, til vinnu, í verslanir eða heimsóknir eða eitthvað út. Við hljótum að gera þá kröfu að börn þurfi ekki að ganga á götum til að komast í skólan af því að gangstéttar eru ekki ruddar. Við hljótum að gera þá kröfu að hjólandi umferð, ef að á annað borð á að bjóða upp á hjólandi umferð, að hún sé þá í boði fyrir íbúa við nokkuð öruggar aðstæður. Það skýtur líka mjög skökku við þegar að bæjarbúar rétt fyrir snjókomuna eru hvattir til þess að fara á önnur dekk en nagladekk. Og svo gerist þetta, að það bara ekki rautt. Menn hafa pínulítið yft hérna á öxlum þegar maður spurt býtu á ekki að fara að moka og ekki að fara að redda þessu. Hver tekur ákvörðun? Ég meina, meirihlutin hérna við völd. Og það bara hlýtur að vera þannig að meirihlutin sé ábyrgur fyrir því þá að þetta gerist eða gerist ekki. Mér hefur bent á það að ég bara skoða stefnu snjómokstur sem á heimasíðunni. Og þegar ég les það upp þá kemur náttúrulega þar fram að umhverfismiðstöðin hafi umsjón með snjómokstri og hálkuvörnum og samkvæmt ákveðinni forgangsröðun og þegar óveður gengur yfir miðast þjónustan við að halda helstu stoppbrautum, tengibrautum, strætisvagnaleiðum og aðgengi að neyðarþjónustu eins opni eins og kostur er. En við venjulega vetraraðstæður gilda vinnureglu sem kynntar hérna eftir og þá talað stoppstíga, svo sem göngu- og hjólastíga, sem fá forgang og þeir eru kyrfilega merktir inn á korti. Þetta allt saman bara til fyrirmyndar, sjálfu sér, ekkert af þessu. Það hins vegar hitt að það ekki farið af stað. Þannig að þetta fer einhvern veginn allt í bara handaskólu. Og þá veltum maður fyrir sér, býtu við, var ekki búið að semja við verktaka? Jú, það var búið að semja við verktaka. Samkvæmt fundagerð umhverfis- og mannvirkjaráðs þarna þó nokkru áður og þá þetta hvað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 verktakar sem komum til greina og ég veit ekki betur en að hafa verið samið við á alla með mismunandi tæki. Þeir voru aldrei kallaðir út, mér veit hann. Þá ekki fyrr en
miðja síðustu viku. Var einhver sparnaður af þessu? Kannski var einhver sparnaður fyrir bæinn. Ég heyrði því kastað fram hérna í gær, frekar en það verið í gær. Það geta verið 10 milljónir sem spöruðust á þessu. En það rétt að tryggingafélagi hér í bæ hafi haft samband við bæinn þegar tjónið var komið upp í 80 milljónir og kallaði eftir því að götur verið hreinsaðar? Þetta svo saga sem gengur. Allavega liggur fyrir að tjónið var verulegt og þá spyr maður, þá eðlilegt að færa þennan kostnað yfir á almenning? Nei. Þetta ástæðan fyrir að ég kallaði eftir svörum við spurningum það hvort að stefnan hafi breyst frá því sem verið hefur núna undanfarin ár, þar sem að snjómokstur hefur bara verið sinnt með ágætum hætti. Það má hins vegar deila það hvort að ég keyra jafnmiklu snjó í sjó eða í burtu eins og gert hefur verið. En það skapast kannski líka af því að við höfum verið að taka upp snjólosuna-svæði vegna þéttingu byggðar eða ekki gert ráð fyrir þeim eins og í Naustahverfi. Þannig að það vandi sem að skipulag bæjarins hefur skapað, sem bæjaryfirvöld hafa þá búið til. Og ef að stefnan hefur breyst, þá stefnan svo að moka sem minnst, það að segja hvernig hefur breyst, ef stefnan hefur ekki breyst, hvað olli því þá að þetta gerðist? Ég trúi því ekki að það sé vilji meirihluta sem hann verji það að þetta hafi gerst. Og málið líka það að þegar að tilboðin í snjómokstur voru opnuð núna síðast, þá gerðist aldrei sem ég átti ekki von á og það var það að verðin sem var verið að bjóða eru jafnvel yfir lægri ef eitthvað heldur en þau voru fyrir og þóttu nú lág fyrir. Þannig að við erum ekki að lenda í því að verktakar sé að leggja hér mikið á vegna í þessu útboði. Þeir séu að hækka verðin. Og ég get ekki betur séð en þeir séu að einhverju leyti að fara með tap út úr þessu vegna þess að launahækkanir og annað hafa verið þannig síðustu 4-5 árin að það bara hlýtur að vera. En þetta bara spurningarnar og ég ætla svo að koma henni upp að þessu aftur og eftir til ég er búinn að heyra hvort ég fá einhver svör við þeim. Það læt þetta gott hitt í bíli. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst að fara svona aðeins almennum orðum snjómoksturinn og umgjörðina að eftir að bæjarráð samþykkti núna 27. september eins og var vitnað til viðauka vegna snjómoksturs á árinu 2019 og hann var að fjárhæð 80 milljónir króna. Þar af voru 20 milljónir hugsaðar vegna viðgerða eftir snjómokstur, kantsteinar og umferðareyjar og svo framvegis sem að fer mjög illa við moksturinn. Og þá heildar fjárveiting ársins orðin 171 milljón króna og við getum alveg reiknað með að sú fjárhæð verði nýtt að fullu eftir fyrri hluta ársins, það að segja frá áramótum og fram að vor, vorum við búin að verja 120 milljónum í snjómokstur og viðgerðir og erum sem sagt sennilega að fara enda nálægt 170 milljónum ef að nóvember og desember verða svona eitthvað nálægt því sem að við getum vænst á venjulegum vetri. Við erum á sama tíma með strangt aðhald í fjárhagsáætlun fyrir velferðarmál, æskulýðsmál, skólamál og margt fleira og margvíslegar óskir og væntingar nýframkvæmdir í bænum. Nú það kostar alltaf meira og meira að moka bæinn eftir því sem hann stækkar. Núna Hagahverfið að koma inn sem hrein viðbót
bygging og rekstur gatnakerfis kostar mikla peninga og það eru náttúrulega ein rökin fyrir þéttingu byggðar. Þurfum ekki að þenja gatnakerfið eins mikið út. Svo vegagerðin að skila til okkar núna næstu áramót vegarköflum á Borgarbraut og Hlíðarbraut sem verða ekki lengur þjóðvegir í þéttbýli. Þjónusta á viðhald og það eru ekki bara að tala snjómokstur heldur endurmalbikun þegar það kemur og alls konar viðhald. Mun kosta okkur að jafnaði 30 milljónir árlega, hrein viðbót í kostnað. Og maður getur spurt sig svona í gamni og alvöru út af þessari stöðu gagnvart vegagerðinni, hvort að við eigum að skipta bænum í 2 sveitarfélög, til dæmis norðan og sunnan Glerár og þá værum við allt í einu komin með þjóðvegi hér út allt í boði vegagerðarinnar, Þingvallastræti, Hlíðarbraut, Borgarbraut, Hjalteyrargötu og svo þið skemmtileg umræða nöfn á 9 sveitarfélögin held ég. En aftur að snjómokstrinum, þó að við tökum tillit til stækkunar bæjarins og fjölgunar íbúa, þá erum við samt núna undanfarin 5-6 ár að verja mun hærri fjárhæð per íbúa til snjómoksturs heldur en við gerðum, við segjum 5 eða 10 árin þar á undan. Og þetta eru núna og yfir 8.000 krónur á hvern íbúa á ári. Stóri munurinn kannski frá því fyrir 10-20 árum að forgangsröðunin hefur breyst. Þá snýrist þetta meira að moka bílagötur, hrúa snjónum upp á gangstéttar eða hvert sem var. Núna mesta áherslan lögð á að moka göngustíga fyrir börn á leið í skóla og fullorðna sem að kjósa að ganga eða hjóla til vinnu. Og það líka mikil áhersla á strætóleiðir og eins og bæjarfulltrúi Gunnar rakti og vitnaði í stefnuna sem að kemur fram á heimasíðu bæjarins. Og við getum líka nefnt umhverfis- og samgöngustefnu bæjarins sem að fjallar meðal annars hvernig megi hvetja fólk til að velja umhverfisvænan ferðamáta. Og mikilvægustu stofnanir, það reynt að halda leiðum opnum að þeim, sjúkrahúsi, skólum, leikskólum. Og eins og bæjarfulltrúi Gunnar rakti, það tilgreindir 3 forgangsflokkar göngustíga og sömuleiðis 3 forgangsflokkar gatna. Þessi röðun óbreytt og þetta óbreytt stefna, ekkert nýtt í henni núna í vetur. Og þá aðeins akkurat þetta sem að gerðist hjá okkur núna seinni hluta október. Og ég hef fengið upplýsingar frá þeim embættismönnum okkar sem að annast þessi mál frá degi til dags og byggi upplýsingar mínar að sjálfsögðu að hluta til á þeim líka það sem að maður bara sá með því að fara bæinn og talaði við fólk. Það byrjaði að snjóa á ófrosna jörð og það snjóaði rólega til að byrja með. Þannig að þá var ákveðið að bíða með mokstur. Það segir sér sjálft að við viljum ekki moka 5 cm snjó á öllum bænum og svo eru komnir aðri 5 cm 5 klukkutímum seinna. Svo jókst snjókoman og þegar það var byrjað að moka þá var lögð áhersla á að nota eigin tæki og mannskap bæjarins og það var gert til að spara peninga og beðið með að kalla út verktaka. Síðan á öðrum og þriðja degi þá fór að snjóa ennþá meira og þá eftir á hyggja hefði þurft að setja meiri kraft í snjómoksturinn, kalla út verktaka. Það voru mistök að gera það ekki. Og sérstaklega það varðandi hreinsun göngustíga og gangstétta. Síðan hlánaði og snjórinn sjatnaði töluvert mikið á götunum en þær urðu líka að byrja að grafast upp og þá var settur mikill kraftur í að moka og það náðist að hreinsa held ég megi segja alveg áður en að frysti aftur. En lærdómurinn og það sem að hefði mátt betur fara og sérstaklega þetta að setja ekki meira kraft í að hreinsa göngustíga eftir nóttina 23. október þegar að snjóaði sem mest. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson laki máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú þakka bæjarfulltrúa Gunnari fyrir að setja þetta mál á dagskrá og þakka líka fyrir góða spurningar og svo góð svör líka. Það er mjög mikilvægt að við ræðum þetta því að þetta er ótrúlega mikilvægt hluti í starfsemi bæjarins og bara svona lífsháttum bæjarbúa
og mér langar til þess að tengja þetta líka aðeins við og ég tek nú undir bæjarfulltrúi Gunnar, varst þú ekki með bókun í þessu máli? Ég skal lesa hann upp. Að við minnihlutinn, það ekki, Hlynur? Ætlum að leggja til þessa bókun. En mér langaði að segja sko vegna þess að í mínum huga þá eins og bæjarfulltrúi Gunnar rakti hérna, það við erum aðeins að breyta áherslum frá því að vera bara í raun vera þjónusta bíl og bærinn hefur verið að leggja meiri áherslu á að moka göngustíga. Og það gríðarlega mikilvægt vegna þess að nú vil ég tengja þessu umræðu líka umræðun svifryksmengun sem bara gríðarlegt vandamál hérna í bænum og það ótrúlega mikilvægt að við getum hvatt fólk til þess að skilja bílinn eftir heima á slæmum svifryksdögum og getum hvatt þá bæjarbúa sem að hafa möguleika á því til dæmis að labba eða hjóla á milli staða að gera það og sérstaklega þegar það eru svo kallega gráir dagar. En þá líka gríðarlega mikilvægt að það sé búið að moka stíga og gönguhjólastíga og hérna kemur kannski það sem ég vil svona leggja til smá nýbreytni sem það að moka ekki síður stíga sem eru ekki upp við stærstu göturnar. Vegna þess að það svolítið það sem við gerum. Það eru þetta svona þessar helstu samgönguleiðir sem eru stóru göturnar og stígarnir við þær og ef að maður ætlar að velja eins og ég í dag í fyrrnefndum göngutúr með ónefndum bæjarfulltrúa í eyrunum að leið og ég var farin á stíga sem eru lengra frá aðal umferðaræðunum að þá illa mokað og hérna í nágrenni við miðbæinn bara nánast ógöngufært eins og í Brekkugötunni og Oddeyrargötunni af því að það hefur ekkert verið mokað og þetta bara svell og ég get alveg skilið það og get alveg skilið þessi rök og þetta umræða kannski sem við þurfum að taka líka bara meira, það fjármagnið sem að fer í þessa þjónustu og við þurfum að hugsa sko, hvernig kemst fólk á milli staða, þú veist það erfitt og það sköpuðust nú hérna aðstæður sem að öllu bara miklum vandamálum í bílaumferðinni en öllu langvarandi vandamálum fyrir gangandi umferðina. Og það þarf að hugsa líka einmitt þetta að hversu hátt þarf þjónustustigið að vera fyrir hvern hóp fyrir sig og kannski einmitt hvenær þarf að vera búið að gera hlutina og hvenær ekki. Það ekkert endilega þannig að það þurfi eins og í þessu tilfelli sem var ekkert rosalega mikill snjór, hann kyngdi ekkert svakalega niður, þá kannski ekkert eins mikilvægt að moka gangstíga því að gangandi og hjólandi vegfarendur komast alveg í gegnum svona smá snjó meðan hann ekki illa troðið niður. Þannig að þetta aðeins ólíkt og við þurfum bara að halda áfram að reyna að þróa þessa þjónustu þannig að við náum einhvern veginn því að við getum öll verið á ferðinni og þó að það sé snjór og ég hef stund sagt áður að ég sjá ekki eftir peningunum í snjómokstur og ef við getum keypt eitthvað þó það kostaði 100 milljónir á ári sem að færa bæinn jafn mikið og snjórinn færar bæinn okkar þá myndum við örugglega splæsa í það. Þannig að en auðvitað þurfum við bara að halda áfram og einmitt að þróa þetta og þróa þjónustunum við þá ekki síður gangandi vegfarendur. En ég ætla að lesa upp þessa bókun sem að við í minnihlutanum höfum svona komið okkur saman af því við erum alveg sammála það að þetta gagnrýnivert þessi og var mikilvægt að ræða þennan þjónustubrest sem var hérna þó að við höfum kannski má segja ólíkar áherslur en þær koma saman hérna í þessum, ég ætla ekki að segja hnitmiða texta, hefst á lesturinn með leyfi forseta. Þegar upplýsingar snjómokstur og hálkuvarnir á heimasíðu Akureyrarbæjar eru skoðaðar verður ekki annað séð en að það skuli vanda til verka og þar forgangsröðunin skýr með hagsmuni barna í brennidepli.
Það kemur hins vegar ekkert fram það hvenær sé eðlilegt að byrja verkið þegar snjóar sem hlýtur að vera frekar til vansa í ljósi þess hvernig snjómokstri var sinnt eða ekki sinnt í síðastliðnu viku. Það skoðun okkar að snjómokstrar og hálkuvarnir séu hluti af grunnþjónustu sveitarfélagsins og það hljóti alltaf að vera krafa að öryggi vegfarenda, gangandi, hjólandi og akandi sé tryggt að teknu tilliti til aðstæðna. Öryggi í umferðinni felst í því að gangandi og hjólandi vegfarendur og þá sérstaklega börn haldi sig á gangstígum og gangstéttum meðfram akbrautum. Til þess að svo sé grundvallaratriði að hreinsa og hálkuveri göngustíga og gangstéttir. Það á ekkert síður við göturnar þar sem hætta á árekstrum og ákeyrslum vex mikið ef götur ekki ruddar og hálkuvarðar þar sem við á. Það getur aldrei verið réttlætanlegt að setja líf, limi og eignir íbúa í þá hættu sem skapaðist í síðustu viku vegna þess að ekki var staðið eðlilega snjómokstri og hálkuvörnum. Það getur aldrei verið réttlætanlegt að spara fjármuni á þennan hátt fyrir Akureyrarbæ en auka útgjöld og þjáningar þeirra sem íbúa sem verða fyrir slysum og eignatjóni. Af þessum má ljóst vera að það nauðsynlegt að skerpa á stefnu Akureyrarbæjar svo þetta ástand skapist ekki aftur hér í bæ. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir loki máli sínu. Orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá segir þessari umræðu lokið og þið búin að senda bókunni eða?